Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 27. nóvember 2018 og settur 1283. fundur í bæjarstjórn Akraness. Til fundar eru mættir eftirfarandi bæjarfulltrúar, Rakel Óskarsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, Einar Brandsson, Bára Daðadóttir, Ólafur Adolfsson og sá sem hér talar Valgarður L. Jónsson sem gegnir hlutverki forseta bæjarstjórnar. Einnig býð ég velkomna til fundar varabæjarfulltrúa Karítas Jónsdóttur sem situr hennar fund í fjarveru Ragnars B. Sæmundssonar bæjarfulltrúa. Þá sitja einnig fundinn bæjarstjórinn Sævar Freyr Þráinsson og Steinar Dagur Adolfsson sem sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og hann sér að rita fundargerð. Ég býð fundarmenn alla velkomna til fundarins og á dagskrá eru 6 mál og við förum í fyrsta mál. Það hefur málsnúmerið 1807-135 deiliskipulag Skógarhverfi, fyrsti áfangi, Seljuskógar 20. Þannig að fundi skipulags- og umhverfisráðs þann 19. nóvember síðastliðinn var fjallað breytingu á deiliskipulagi vegna Seljuskóga 20. Deiliskipulagi var grenndarkynnt frá 7. október til og með 7. nóvember og bárust engar athugasemdir. Og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt og send skipulagsstofnun og auglýsingum gildistöku birt í B-deild stjórnartíðinda. Og þetta mál opið til umræðu, orðið laust. Og það enginn sem kveður sér hljóðs varðandi þetta mál og ber ég þá eftirfarandi bókun undir fundinn. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að deiliskipulagsbreytingin verði send skipulagsstofnun og auglýsingum gildistöku birt í B-deild stjórnartíðinda. Þeir sem samþykkja þessa afgreiðslu gjöra svo vel að rétt upp hönd. Og hún samþykkt 9-0. Þá það annað mál á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 1801-005. Þetta eru fundagerðir bæjarráðs á árinu 2018 og hér lögð fram til kynningar ein fundagerð bæjarráðs númer 3359 frá 19. nóvember síðastliðnum. Og orðið laust og fyrsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Við ræðum hér fund bæjarráðs nr. 3359, hann fór fram þann 19. nóvember síðastliðinn og ég ætla hér í örlítilli samantekt að fara yfir nokkra liði komið fram eða voru á þessum fundi og fyrst það sem ég vil nefna hér að dagskrárliður nr. 2 sem varðaði málefni knattspyrnufélags Íþróttabandalags Akraness eða KFÍA. En á fundin mættu þeir Sigurður Þór Sigursteinsson, framkvæmdastjóri KFÍA og Magnús Guðmundsson, formaður KFÍA. En þeir upplýstu fulltrúa bæjarráðs málefni félagsins og þá þarfagreiningu sem hefur farið fram á aðstöðu KFÍA á Jaðarsbökkum. Og þetta var mjög gott erindi sem kom fyrir bæjarráð, fengum kynningu á þessum þáttum og bæjarráð þakkar þeim Sigurði og Magnúsi fyrir komin á fundin og góðar upplýsingar og bæjarráð fól þeim Valgerði Janusardóttur, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs og Sigurði Páli Harðarsyni, sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs að vinna málið áfram í samvinnu við fulltrúa ÍA og Ágústi Rósu Andrésdóttur forstöðumanns íþróttamannvirkja Akraneskaupstaðar
og þessi mál verða skoðuð en það þarf jafnframt að hafa í huga að það þarf að skoða samhlið og heildstætt málefni annarra íþróttafélaga og ég vil taka það fram hér að því að ég held að láðist að geta þess í fundargerð að bæjarstjóri okkar sem situr fundi bæjarráðs, Sævar Freyr Þráinsson, hann sat ekki fund bæjarráðs undir þessum lið þegar að bæði Magnús og hann Sigurður komu þar sem að bæjarstjórinn okkar jafnframt varaformaður KFÍ. Dagskrárliður númer 3 fjallar fjárhagsáætlun Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilisins og ég ætla ekki að fara dýpra ofan í hana hér af því að við erum með 3 fundagerðir hér síðar á fundinum sem dagskrárliður númer 5 sem fundagerðir Höfða og ég hugsa mér að koma örlítið upp þá en samt á þennan fund bæjarráðs mætti Kjartan Kjartansson framkvæmdastjóri Höfða og fór yfir helstu atriði fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár. Dagskrárliður númer 4 á þessum fundi bæjarráðs var breytingar á starfsmannahaldi og söfnum en hér var að ræða erindi menningar og safnanefndar varðandi breytingar á mannahaldi á héraðsskjalasafni og byggðasafninu á Görðum og það var hún Ella María Gunnarsdóttir, forstöðumaður menningar og safnamála sem mætti á fund bæjarráðs undir þessum lið og fór yfir stöðu mála og afgreiðsla bæjarráðs var á þá leið að vinna málið áfram núna í þeirri vinnu sem á sér stað á milli 1. og 2. umræðu fjárhagsáætlunar Akraneskaupstaðar en þar í þeirri vinnu erum við meðal annars að skoða stöðugildaþróun hjá kaupstaðnum frá það bil árinu 2015 og þurfum að sjá hvað kemur út úr þeirri vinnu og til að vita hvað átt við munum fara í þessum efnum að þeirri vinnu lokinu verður afstaða tekin til þessara mála sem annara. Dagskrárliður númer 5 þar var bara áframhaldandi vinna í tengslu við fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 og 3 ára áætlun vegna 2020-2022 en eins og fram hefur komið í ræðum bæjarfulltrúa og annar staðar þá fór fyrsta umræðum fjárhagsáætlun fram þann 13. nóvember síðastliðinn og þá samþykkti bæjarstjórn Akraness með öllum greiddum atkvæðum að vinna út frá þeim forsendum núna að útsvarið í fyrstu umræðu að útsvarið verði óbreytt eða 14,52% og gjaldskrár hækki í samræmi við áætlaða vísitölu neysluverðs eða 2,9% sem var á þeim tíma þegar að þær forsendur voru gefnar út núna við upphaf fjárhagsáætlunar gerðar að vísitalan var 2,9% en rétt áður en við í rauninni afgreiðum fjárhagsáætlun út úr bæjarráði og hér í bæjarstjórn þá komu fram nýjar forsendur vísitöluna í 3,6% en á þessu stigi málsins þá miðað við 2,9% og samkvæmt fyrstu umræðu verður sorphreinsunar og eyðingargjald óbreytt og álagningaprósentu fasteignaskatts lækka. Það sem sagt þannig að fasteignamat á samkvæmt upplýsingu frá Þjóðskrá að hækkum 20,2% á milli ára hér á Akranesi en til að koma móts við þessa hækkun Þjóðskrá á fasteignamati ákvað bæjarstjórn Akraness í fyrstu umræðu með öllum greiddum atkvæðum að draga úr þessari hækkun á bæjarbúa með því að gera tillögu að lækka álagningaprósentuna þannig að fasteignagjöldin hækki ekki 20,2% heldur hækki þau í samræmi við landsmeðaltal sem í kringu 12% og þetta í annað sinn á 2 árum sem bæjarstjórn Akraness fer í aðgerðir sem þessar. Auk þessa verið að vinna að því að skoða stöðugildaþróun Akraneskaupstaðar á undanförnum árum, launaþróun, þróun rekstrar og aðra slíka þætti sem mun hjálpa bæjarfulltrúum að taka hennar ýmsu ákvarðanir sem munu birtast í annarri umræðu fjárhagsáætlunar en sú umræðu mun fara fram þann 11. desember næstkomandi. Auk þessa sem ég hef talið upp hér að framan þá ætla ég líka að fara aðeins örlítið ofan í dagskrárlið númer 8 sem fjallar orku náttúrunnar og þjónustusamning götulýsingu en það nú þannig að árabil hefur viðhaldi ljósastaur á Akranesi verið sinnt af starfsmönnum Orkuveitu Reykjavíkur sem búa og starfa hér á Akranesi og þennan langa tíma hefur verið notaður körfubíll frá tækjalegu Gísla Jónssonar en nú hefur Orkuveita Reykjavíkur hins vegar gert breytingar og skilað körfubílnum og sendi nú mannskap úr Reykjavík til að sinna verkefninu og þessi breyting ekki sú sem við hefðum gjarnan viljað sjá og bæjarráð hefur falið
bæjarstjóra að vinna málið áfram og það hafa átt sér stað samtöl og málið mun að öllu líkindum skýrast eitthvað á næstunni. Ég ætla að láta máli mínu lokið þennan fund bæjarráðs sem fram fór 19. nóvember, fundur nr. 3359, en tekur þetta við spurningum ef einhverjar eru. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls og það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar kannski aðeins upphafi að fara bara yfir þó aðalega kannski eitt mál á þessum fundi. Formaður bæjarráðs Elsa Lára Arnardóttir fór svo sem ágætlega yfir flesta liði þarna. Undir fjárhagsáætlun 2019, sem sagt 5. liður. Ég ætla svo sem ekkert að ítreka það eða fara aftur yfir það sem að ég ræddi hér á síðasta fundi okkar í bæjarstjórn, eða þá það sem að ég setti fram á bæjarráðsfundinum, en þó óskaði ég eftir því að könnu yrði fjárhagsleg áhrif vegna lækkunar á lóðarleigu til samræmis við ákvörðun fasteignaskatt og óskaði þess að það kæmi fram á næsta fundi og ég sem er þó væntanlega núna í vikunni og bíði spennt eftir að fá að sjá það. Við í minnihlutanum tjáðum okkur öll á síðasta bæjarstjórnarfundi fjárhagsáætlunina og mættu kannski fleiri bæjarfulltrúar að taka það sér til fyrirmyndar á þess að en það er svoleiðis. En ég ætla að fá að nýta með tækifæri hér fyrst að við erum undir fundargerðum bæjarráðs að ræða aðeins annað mál. Nú erum við hér á að mér til 80. fundi bæjarstjórnar, nýra bæjarstjórnar. 8. Fyrirgefðu. Og ég gerði það ganni og skrollaði þessi gegnum alla fundigerðirnar. Hvaða mál var í lagi á dagskrá og hvar erum við að stíga niður og láta í okkur heyra sem hópur. Og ég held að sé rétt með farið að við höfum bókað 2 sinnum samgöngumál og bæjarskipting kom nú frumkvæði frá okkur. Umhverfisstefnu sem var tekin inn á fund með reyndar stuttum fyrirvara sem ég þakka innilega fyrir, sem var samþykkt á okkur öllum. Í dag er í sjálfu sér eitt mál á dagskrá og svo fundargerð til kynningar. Það er kannski ekkert rosalega metnaðarfullt þegar að mörg mál eru í loftinu sem við getum gripið enn og aftur. Og á dagskrá þessa fundar er til dæmis engin fundargerð frá skóla- og frístundaráði. Samkvæmt dagatalinu hefði sá fundur átt að vera 20. nóvember. En ég veit það sjálf og var hér sjálf 20. nóvember á fundi unga fólksins sem ég ætla að byrja að hrósa ungmennunum okkar fyrir þann frábæra fund. Mikið frumkvæði og mikill kraftur í þessum krökkum, þannig að það kom til skila.
En ég spyr mig bara, er þá einn fundur skóla- og frístundaráðs í nóvember þegar að þetta er háannatími skólana? Hvort það sé að staðan sé virkilega svo að það sé engin mál að taka fyrir? Ég spyr mig. Við afgreiddum hér á síðasta fundi að blása til íbúðaþings á næsta ári skólamál. Það hefur verið fínt að kannski byrja þá vinnu. En það allavega eins og þetta blasir við með þá kannski er eitthvað lítið að vera. Svo er eitt annað mál sem ég ætla að fá að ræða. Ég veit ekki hvort þið hafa kynnt ykkur þetta sem eru ný inni, en forseti hefur svo sem séð þessi gögn. Í þrígang gerði bæjarstjórn síðasta kjörtímabils með sér þetta plagg. Starfsáætlun Akraneskaupstaðar. Ég veit ekki hvort að nýr meirihluti hafi kynnt sér þetta mál. Þetta er allavega gríðarlega gott aðhaldstól fyrir okkur öll. Þetta bara sýnir svart á hvítu hvað á að gera á árinu, hvernig ætlum við að gera það, hvaða markmið ætlum við að setja okkur og hvernig ætlum við að ná öllum þessum áskorunum sem stöndum fram með fyrir þegar við erum að fara að samþykkja fjárhagsáætlun. Þannig að ég hef svo sem ekki heyrt af því hvort að nýr meirihluti sé byrjaður á þessari vinnu eða hvort að allir verið kallaðir að borðinu í þessari vinnu eða hvort að það standi ekki til að gera þetta. En ég allavega hvet ykkur eindregið til þess að fara að sýna meira á spilin. Maður hefur einhvern veginn á tilfinningunni að sé ekki rosalega mikið í gangi. En það getur vel verið að ég hafi rangt fyrir mér í því. En Sjálfstæðisflokkurinn, hann vill leggja fram bókun undir fundargerðum bæjarráðs sem hljómar svona. Í aðdraganda seinni umræðu fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar skora bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins á bæjarráð að hefja nú þegar vinnu við gerð starfsáætlana fyrir öll svið kaupstaðarins fyrir starfsárið 2019. Enda hafa áætlanir sem þessar nú þegar sanna gildi sitt innan stjórnsýslunnar með því að ramma inn með skýrum hætti þau verkefni og áskoranir sem framundan eru og endurspeglast í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar. Og undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Einar Brandsson og Ólafur Adolfsson. Óskast þetta fært til bókar. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og þið sem á hliðið. Ég ætla að leyfa mér að fá að svara Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúa að því leyti til að nú erum við að standa í fyrsta skipti í bæjarstjórn og sem bæjarfulltrúar og þér finnst kannski lítið gert og lítið það rætt. Fyrir 4 árum stóðstu sjálf í þessum sporum og að fundargerðinum að dæma var bara ekkert mikið meira heldur en þetta að gera hjá ykkur. Ég held að þið hafi líka viljað það og stíga varlega til jarðar. Og til dæmis tók ég eftir því í umræðum af því að við hlustuðum á fyrir 4 árum fund meirihluta bæjarstjórnar
fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. Þú tókst ekki til máls, Rakel Óskarsdóttir, bæjarfulltrúi. Þannig að hvað var til þess veit ég ekki, en kannski bara eins og við hinn erum við bara svolítið að koma inn í þetta. Og jú, það er ekki spurning að það er verið að vinna að mörgum góðum málum inn í ráðunum. Kannski gengur svo vinna hægt, en við viljum allavega að gera hlutina vel, og til dæmis veit ég til þess að í skóla frístundaráði er til dæmis búið að eftir bæjarstjórnarfund unga fólksins, þá er bara komin svo inn að stað sem að við vorum örugglega öll sammála að skyldi skoða, að fara í hvernig þetta samtal við unga fólki okkar ætti að fara fram. Og það eru allir að koma, sem sagt, ég held að það sé alveg ljóst að fulltrúar frá þorpinu og víðar hafa örugglega allavega stigið fram og tala við formann skóla frístundaráðs í því, hún kannski vil nefna það eitthvað frekar. En já, við erum að feta okkur fyrstu spor, við erum bundin að verkum fyrir meirihluta í mörgu, það hefur að sjálfsögðu líka áhrif á fjárhagsáætlunargerðina, en við erum bara að vanda okkur og viljum gera hlutina vel. Við ætlum ekki að ana út í eitthvað að ósekju. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, það er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Mér langar bara að koma hérna þessu upp og svara bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir. Það er bara alveg helling í gangi skóla frístundaráði, þú ert ekki að hafa áhyggjur af því. Fundurinn okkar síðast féll niður út af bæjarstjórnarfundi unga fólksins, eða kannski féll ekki niður, heldur var bara að fresta málunum fram á næsta fund sem verður núna bara 4. desember klukkan 8:15. Formaður skóla frístundaráðs sem er ég á í samræðum við bæjarstjórn unga fólksins varðandi það hvernig best að taka inn þessar umræður það og mun það vera rætt á næsta fundi skóla frístundaráðs. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Það er kannski svolítið annað að leyfa mig að segja það að í síðustu umræðu fjárhagsáætlun í þessari bæjarstjórn þá held ég að það hafi enginn tekið til máls efnislega fjárhagsáætlunum frá Samfylkingunni. Ég held að það hafi verið þannig. Mér finnst það bara pínu undarlegt. Á fyrsta fundi mínum í fjárhagsáætlun þá voru 4 búin að standa upp. Ekki ætla ég að fara að endurtaka það sem þau segja. En ég skal alveg taka skotinu, það er ekkert mál. Ég velti líka fyrir mér vinnu meirihlutans við minnihlutann. Hér kemur formaður skóla frístundaráðs upp og segir að sé helling í gangi sem ég vona. En hvernig eigum við sem erum með minnihluta að vita það? Það er ekkert samtal í gangi. Það er eðlilegt þegar við störfum saman í einhverjum nefndum eða ráðum að við köllustum á, að við hringjum, upplýsum þá sem er að starfa með okkur í öðrum flokkum. Hvað er að vera? Þannig það er ekkert ástæðulaust að ég er að koma hérna upp og hrista upp í þessum fundi. Það er bara meining mín að það er ekkert samtal í gangi. Þú veist, ég heyri sem oddviti Sjálfstæðisflokks, ég er ekkert að heyra í oddvita Samfylkingarinnar eða oddvita Framsókns. Það er bara lítið samtal í gangi. Og hvernig á ég að túlka það? Ég bara spyr.
En það er líka allt í lagi að hafa minnihlutann með í verkunum. Að þessi fari samtal á stað við unga fólkið, hvernig á að gera, fylgja eftir fundi unga fólksins, bæjarstjórnarfundi. Ég fagna því. En hvar er sjálfstæðisflokkurinn í þeirri vinnu? Ég á bara erfitt með að skilja svona vinnubrögð. Þetta var ekki unnið svona á síðasta kjörtímabili. Við vitna bara í skóla- og frístundaráðs fundi sem voru haldnir þá. Þá var formaður Sigríður Indriðadóttir og hún var í miklu samtali við Kristinn Hall sem satt fyrir Samfylkinguna. Þá var hann einn fyrir minnihluta, tekin upp síminn og hringt. Ég veit ekki betur en Ólafur Adolfsson, fyrirverandi formaður Bæjarráðs, hafi gert slíkt sama. Hann hringdi í hina flokkana, Ingibjörgu Pálmadóttir, Ingibjörgu Valdimars. Ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að vera meira í samtali og ekki illa meint. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar bara til að taka undir með bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir varðandi samtalið sem ég held að sé bara gott fyrir okkur öll. Ég meina, ég segi fyrir sjálfa mig, ég að bjóða mig fram til að vinna vel fyrir bæjarfélagið okkar og ég vil endilega leggja mína krafta að liði og ég hef heilmikla reynslu og þekkingu af öðrum vettvangi og ég bara kalla eftir því að við verðum svona sótt frekar að borðinu til skrafs og ráðagerða og það er í sjálfu sér bara alveg eins og við höfum verið að koma fram með mál hjá Sjálfstæðisflokknum og höfum leitað eftir í flestu málunum samtali og samstarfi við meirihlutann að þá væri bara áhugavert og gott að það kæmi úr báðum áttum. Ég held að, þú veist, við vinnum bara betur saman fyrir bæinn okkar heldur en sundruð, þú veist. Það er fullt af þekkingu og reynslu við borðið og við þurfum bara að nýta hana. Síðan langaði mig kannski bara aðeins að nefna fimmta liðin, nei ekki fimmta liðin heldur annan liðin í þessari fundagerð Bæjarráðs málefni KFÍA. Ég legg bara áherslu á það þegar menn að skoða svona verkefni að við skoðum líka rekstrarkostnaðinn á þessum tveimur sviðsmyndum sem eru dregnar upp þarna í þessu plaggi, sérstaklega varðandi Akranesvöll, að það skiptir líka máli að skoða þetta aðeins fram í tíman, ekki skoða bara fjárfestinguna á hvað eitt ár kostar, heldur, þú veist, hvað erum við að tala þegar varðandi bara viðhaldsframkvæmdir og annað í tengslum við þetta og reksturinn í heild sinni. Það er ekki síður mikilvægt heldur en framkvæmdakostnaðurinn sem leggst til. Þannig að ég vildi bara svona árétta það og beina því til Bæjarráðs þar sem þetta væntanlega kemur til frekari umfjöllunar. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundagerð Bæjarráðs. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir í sal og aðrir sem á hlýða. Ég vil byrja á að þakka þér, Rakel Óskarsdóttir, bæjarfulltrúi, fyrir góða brýningu og bara takk fyrir að hrista örlítið upp í þessum fundi. Ég held við höfum öll gott af því og mér langar að segja að nú
auðvitað, upphafi kjörtímabilsins var farið auðvitað yfir málefnasamningin og hlutinni skoðaðir og sett upp í ákveðið plan og sú vinna sem er verið að forgangsraða eftir er í gangi í tengslu við þá fjárhagsáætlun, en brýningin er góð að ég held að þessi orð eigi mjög mikið rétt á sér sem að komi frá bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur að saman, ég vil fá að nota það því að sem heild náum við meiri árangri heldur en í sikkvori lagi, því að oft kemur ákveðin kraftur með því. Þannig að ég ætla að taka þetta til mín sem formaður bæjarráðs, að vera duglegri að taka upp símann og tala saman, og ég vil þakka þessa bókun sem kom hér fram á fundinum og ég mun fela embættismönnunum okkar að setja hann á dagskrá bæjarráðs sem að framfyrir næstkomandi, sá fundur fyrir fram næstkomandi fimmtudags morgun, og já, bara þakka þessar brýningar, en stefnumótunarvinnan er í gangi og við munum sýna á spilin. En það sem ég langaði líka, að því að bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigur Jónsdóttir, afsakið mig, kom hér upp og talaði mikilvægi þess að skoða rekstrarkostnað til lengri tíma, hvað í rauninni sú þarfagreining sem að lögð fyrir bar með sér, að við horfum til lengri tíma. Ég tek bara undir það og mjög mikilvægt að höfum það í huga þeirri vinnu sem framöndan er og þeirri ákvarðanatöku sem framöndan er, og mér finnst mjög mikilvægt og vil segja það hér undir þessu líka, að við skoðum málin heildstætt, að því að Íþróttabandalag Akraness er gríðarlega stórt og mikið apparat og við skoðum sviðið heilt yfir. En takk kærlega fyrir að hrista upp í þessu og brýninguna. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágætu forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gestir í sal og þeir sem á hlýða. Að sjálfsögðu er brýningin góð hjá bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur og ég gleymdi að nefna það áðan, en það vanti nú ekki viljan til þess, heldur er þetta kannski bara eitthvað sem að þarf að laga og verður að bæta greinilega, en minni þá líka á að við myndum gjarnan líka vilja þá fá, eins og með þau mál sem komið síðast inn á bæjarstjórnarfund 2 tímum fyrir, að ef við hefum öll saman í að vinna þessu, að þau komið þá kannski aðeins fyrir en það, maður fá að lesa sér betur til og kannski hafa meiri áhrif á það. En ég ætlaði reyndar að tala til lið 2, sem sagt málefni KFÍA 1811-129, bara minna okkur í öllum ráðum á það að texti í fundagerðum þarf að vera skýr. Ég held að íbúi sem lesi þennan lið hafi ekki hugmynd hvað máli snýst. Bara minna okkur á það kemur ekki sérstaklega fram. Málefni KFÍA er mjög víðtæk, þannig að bara muna það. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Hún er gjarnan veitt. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Takk fyrir herra forseti að leyfa mér að koma hérna upp í þriðja sinn undir þessu máli. Ég er svo sem búin að segja það varðandi þessi 2 mál sem að koma inn á fund síðasta bæjarstjórnar, voru með stuttum fyrirvara, en annað málið var sent oddvitum beggja flokka og samþykkt af báðum flokkum í meirihluta að kæmi hér inn. En það var það mál
sem að þarfnaðist fjárútláta og það er eðlilegt að slíkar tillögur kannski komi inn og séu samþykkt að þessu tekin á dagskrá. Og enn og aftur þriðja sinn þakka ég kærlega fyrir það. Síðara málið held ég að hafi ekkert ruggan ennum bát varðandi íboðingu skólamál. Ég meina við ræddum þetta í kosningabaráttunni, þið ræddu þetta líka í kosningabaráttunni, þannig að það er kannski ekkert mál sem að þurfti undirbúið sig eitthvað sérstaklega undir en þannig ég taldi okkur hafa verið að vinna ágætlega undirbúningsvinnu þarna en ég tek þá þetta til okkar að skoða betur hvaða mál við sendum áfram fyrir fundin. Takk forseti. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Áður en lengra er haldið á ætla ég að fá að segja nokkur orð bara héðan úr sæti varandi það sem hér hefur verið til umræðu varandi svona samtal og samskipti og bæjarstjórnarfundi að þá vil ég rifja það upp að í upphafi síðasta kjörtímabils að þá komin margir nýjir bæjarfulltrúar inn og þurftu tíma til að finna sig í þessu starfi og fengu hann og það er hárrétt sem að hér hefur komið fram að gott samtal er mikilvægt og að vera í tíðum samskiptum og vinna hlutina saman er afar mikilvægt og þakka brýningu í þá áttina, við erum sterkust saman, það er hárrétt og eigum að vinna þannig. Ég vil einnig rifja það upp að ég gagnrýndi það á síðasta kjörtímabili að bæjarstjórnarfundir væru oft hálfgerðir afgreiðslufundir. Það var lítil umræða mál og oft voru þau bara lögð fram og sem sagt umræðan var þá svona fyrst og fremst af hendi minnihluta en jú það var nú alltaf staðið upp og svarað ef minnihlutin bar upp spurningar. Það var ekkert endilega alltaf þannig að formin ráða fylgdu eftir fundagerðum úr ráðunum þannig að en það er hins vegar alveg rétt að það sem að við gagnrýndum á síðasta kjörtímabili að það eigum við auðvitað þá að reyna að standa okkur betur í og eitt af því er jú það að hér standa formenn ráða yfirleitt upp og fylgja eftir fundagerðum og sínur ráðum og fara yfir málin. Þannig að við erum svona að reyna að stíga skref í þá átt. En það er gott að gera kröfur, aðhaldið er nauðsynlegt en ég óska líka bara eftir að þær kröfur séu sanngjarnar og það er fullkomlega sanngjarnt að fara fram á það að við bara tölum meira saman, tökum upp símann og vinnum málin saman. En bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjör svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er skemmtileg umræða. Ég held að hún fær okkur í rauninni nær hvert öðru og ég held reyndar að sé þannig að þessi brýning á bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur hafi verið nauðsynleg. Ég tel hann ekkert sérstaklega ósanngjarna og við mögum ekki taka hana þannig að henni sé beint gagnvart einhverjum sérstökum. Það er auðvitað bara þannig að það er verið að kalla eftir samtalinu okkar á milli hérna við borðið til þess að þeir sem á okkur hlýða og til dæmis lesa allar fundagerðir að þeir í rauninni átti sig á því hvað málin fjalla hverju sinni með dýpri skilningi heldur en að við lesum bara fundagerðirnar. Og því hér var vikið til dæmis að fundagerð sem þessi texti er þannig að
þú kannski gerir ekkert endilega grinn fyrir hvað stendur á baku þennan texta, þá held ég að það sé líka ágætt fyrir okkur að muna það að í öllum þeim tilfellum sem að möguleiki að við látum þá fylgja fundagerðunum þau gögn sem liggja til grundvallar. Og að því ég ætla að gera athugasemd vegna fundagerðar Höfða eða ræðans um fundagerðar Höfða, þá sakna þess líka þar að það sé ekki, við fáum ekki fyllri upplýsingar og mætti jafnvel skoða varðandi fagsálufafni líka. Og að því að forseti nefndi hérna að hún með fundist á síðasta kjörtímabili og oft verðum að ræða að bæjarstjórn væri í rauninni eins konar afgreiðslustaður en ekki málstofa, þá þetta þannig að ég held að það hafi skipast ákaflega vel í ráð á síðasta kjörtímabili. Af því að við vorum, nú er ég ekki að tala sérstaklega með einstaklingana, heldur að vísa til þess að þá voru mjög margir áheyrnar fulltrúar. Þannig að það var oft mjög góð umræða inn í ráðum og mál í rauninni kannski fullrætt þar. Síðan geta verið einhverju pólitískur áherslumunur sem menn vilja þá kristalla í pontu hér og kalla eftir sá svörum við hlutum ef þeir eru kannski ekki endilega í samræmi við það sem að menn hafa haldið á lofti áður. Það er að segja að menn er ekki að standa við orð sín til dæmis varðandi kosningabaráttuna. Ég held að við eigum að gera meira af því að í rauninni kristalla munir sem er á núverandi meirihluta og minnihlutanum til þess í rauninni að Akurnesingar fái jafnvel meira áhuga á því sem er að gerast hérna inni. Því að heilt yfir Íslendingar og Akurnesingar, það er engin undantekning. Þeir hafa gaman að pólitískri umræðu. Og hér má alveg vera umræða þar sem að kristallast munurinn á núverandi minnihluta og meirihluta. Og það er ekkert að því að taka það umræðu og það er allt í lagi þó að hitni aðeins í kofum af og til. Takk fyrir bæði fulltrúi Ólafur Adolfsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundagerð bæjarráðs. Svo er ekki og er þar með fundagerð bæjarráðs nr. 3359 frá 19. nóvember 2018 lögð fram til kynningar. Þá förum við í þriðja mál á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 1801-008 og þetta eru fundagerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2018. Hér að ræða 97. fundagerð frá 19. nóvember síðastliðnu. Og orðið er laust þessa fundagerð. Og það er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, herra forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og þeir sem heima hlýðið. Þetta var 97. fundur skipulags- og umhverfisráðs var langur fundur. Þar lágu fyrir ansi mörg mál sem vörðuðu aðalskipulag og deiliskipulag. Og það er svona, það er verið, fyrstilegur aðalskipulag og til dæmis svo vinna sem við erum í varðandi endurskoðað aðalskipulag fyrir 2018-2030. Hún hefur gengið hægt að mér skilst síðustu misserin en við ætlum að flýta okkur hægt núna í augnablikinu vegna þess að við ákváðum náttúrulega að fara í gerð umhverfisstefnu og okkur finnst að hún þurfi að vefast kannski betur inn í komandi aðalskipulag sem að við verðum samt að vinna markvisst áfram og munum gera. Svo ber helst kannski að nefna úr þessari fundagerð aðalskipulag Grenja, þriðji liður á dagskrá fundarins, þar sem að stækkun, það er aðal- og deiliskipulag. Þetta eru ýmsar breytingar varðandi stækkun á húsnæði niður á Grenjum, þar sem að, já, þetta mun vera fara í
þess að þennan hefðbundna feril aðal og deiliskipulags með auglýsingum og kynningum fyrir almenningi, þar sem að verður stækkun á húsi Skans í aðra átt en hingað hefur til verið rætt Svo ef við förum bara í aðalskipulag Smiðjuvalla til dæmis á 7. og 8. lið aðaldeiliskipulags þá er þar verið að sameina lóðir og þetta er bara þetta er reyndar bara poppa hérna beint í 9. málið. Deiliskipulagsstofnunar Kirkjubrautar við ætlum að breyta nýtingarhlutfalli lóða þannig að það sé hægt að samnýta bílastæði með möguleika þá á að reisa hótel á þessum reit og það verður þá skoðað í samráði við íbúa einnig. Þetta eru svona þessi aðal- og deiliskipulagsmál sem kom inn til okkar kannski ansi ört og mér finnst það þurfi kannski aðeins að fara að huga að vinnulagi hvernig slíkt er gert og verður það mjög gott að fá nýtt aðalskipulag endanlega samþykkt á einhverjum tímapunkti. Og 11. máli á dagskrá lóðaleigusamningar, við erum að breyta því þá að það sem að við ætlum ekki að greiða fyrir ónýttan byggingarétt á þeim lóðum sem við eigum fyrir og leysum aftur til okkar. Held að það sé eitthvað sem að var brýnt að koma hér inn á þessu stigi. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Til umræðu er fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og með belti fyrir mig það er bókanir ráðsins bæði undir aðalskipulagsbreyting og deiliskipulagsbreytingum í máli 3, 4, 5, 6 og 7 og 8. Það sem er bókað á þá leið að skipulags- og umhverfisráð leggur til að þegar búið er að vinna fullbúið skipulagsgögn og þau verið kynnt almenningi til dæmis með opnu húsi. Í framhaldi mun skipulags- og umhverfisráð fjalla málið að nýju. Mér langaði bara svona að forvitnast hvort að þetta sé svona einhver ný vinnuregla að fara þessa leið. Við höfum alveg brent okkur á svona opnum húsum og það hefur orðið ansi gestkvæmt og erfiðar umræður og við getum bara minnst málsins eins og vinnubúður upp í Flóahverfi. Þar var opið hús og það var mjög viðkvæmt mál. Og mér skilst að það ætti ekki að fara aftur í svona vegferð að hafa opið hús nema með einhverjum tilsetnum tíma frá að gefa þessu 1-2 tíma en bara svona að minnast á að bjóða upp og þetta gæti verið pínu erfitt en gott að minna sig á það að þetta hefur alveg reynst erfitt. Í 8. liðnum er nú reynda bara copy-paste villa sem ég vildi nú bara benda þess á að þar stendur lýsing og breytingu aðal- og skipulags Flóahverfis, þá vantarlega vel að vera deiliskipulags Smiðjuvallasvæðis. Þetta særir engan. En mér langar kannski ef varaformaður þessar ráðs útskýri orðsinn kannski aðeins betur. Hún nefnir að það sé mjög ört að koma inn breytingar. Það er spurning, segir hún, hvernig á að finna taktík í því og aðskipulagi komi fljótt inn. Það er forvitað líka fyrir okkur sem sitjum við þetta borð. Hver er staðan á aðskipulaginu?
Deiliskipulag er náttúrulega þannig að það er lifandi plagg og ef að við ætlum að njörfa það svo fast niður að þá erum við kannski að tapa einhverjum tækifærum og eins í aðalskipulagi, þannig að þetta þarf nú að vera svona svolítill opinn vettvangur. Þannig að mér langar svona aðeins kannski að hún útskýrir þessu ásýn hvað hún eigi við með þessu, bara svona fyrir okkur. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Orðið er enn laust þessa fundagerð og það er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, þið sem hefum sitið, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, takk fyrir ábendinguna copy-paste-villina. Já, svo ég útskýri orð mín betur, þá útskýri þú þau betur en ég sjálf að vissu leyti til, vegna þess að það sem ég er að reyna að koma frá mér er það að þessar deiliskipulagsbreytingar sem eru að koma inn til okkar vekja mann til umhugsunar hvort að deiliskipulagið sjálft sé ekki of mikið njörvað niður. Mögulega. Þú veist, er þetta ekki bara eitthvað sem þarf að skoða þá? Þú veist, við erum að fá þetta svona rosalega oft inn, svona atriði í þessu, en þetta er bara eitthvað sem ég þarf að læra betur. Ég er ekki búin að vera þarna inn nema í nokkra mánuði og er að fylgjast með þessari vinnu. Staðan á aðalskipulaginu er svo að, jú, það er langt komið að mörgu leyti, en eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur nú nefnt nokkrum í ráðinu og svona, þá ber það samt kannski ekkert mikil merki þess að það sé kominir einhverju nýjir við stjórn eða hafi setið hérna kannski síðust árin sem vilja marka þetta svona skýrar til framtíðar og við viljum horfa til kannski líka langrar framtíðar og mögulega þurfum við bara hreinlega að endurhugsa hluta af þessu plaggi með þessum nýju vistvænu grænu augum og umhverfisstefnu allt vítt svona sett bara í heild sinni og þá held ég að við þurfum að gera það mjög vel en sem sagt heildarplaggi er nokkuð langt komið en það er þessi áhersluatriði og þessi grænu augu sem að vistvænu augu sem við þurfum að horfa á eða með þeim glerugum kannski frekar að minnstakosti í næstu atrinu en ég held að við ættum alveg að fara að ná að klára þetta aðalskipulag kannski á næsta ári eða svo. Takk fyrir býtu, ég er ekki að gleyma hinu atriðinu. Er þetta komið? Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Svona áður en lengra er haldið þá fæ ég kannski að bæta örlítið við að það kom alveg nokkru sinni fyrir svona til umræðu í skipulags- og umhverfisráði á síðasta kjörtímabili að þetta með að þegar að verið er að fara í deiliskipulagsbreytingu að þá þurfi alltaf aðalskipulagsbreyting að fylgja og hvort að aðalskipulagið okkar væri þá ekki of niðurnjörvað. Kannski eðlilegt að þegar að menn þurfa að aðdamna sig að þá þurfi deiliskipulagsbreytingu en innan aðalskipulags ættu menn að hafa meira rými til aðdamna. Þannig að þetta er kannski líka eitt af því sem við þurfum að velta fyrir okkur. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundagerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, við langar bara aðeins að koma hérna upp í sambandi við umræðunum aðalskipulagið að vissulega hefðu við óskað þess að það hefði verið búið núna á þar síðasta kjörtímabili þá var þessi vinna tölvöld langt komin og eiginlega búin þegar uppspratt hér í stóra fiskþurrkunarmál og á því kjörtímabili var
í rauninni vinnunni við aðalskipulagi frestað til þess að geta haft rými að klára það mál, en það held ég allir hafi séð að það var stórmál á þeim tíma og var svo stórmál á síðasta kjörtímabili, þannig að það að hluta til tafði þessa vinnu, pluss það varð ákveðið samkomulag það að við myndum ekki klára aðalskipulagið þá vinnu fyrir en í rauninni að við verum búin að koma skipulagsmálum á hreint í kringum Semensreitin. Ég hafði mikinn hug á því að sem formaður skipulags og umhverfisráðs á síðasta kjörtímabili mikinn hug á því að klára þetta, en því miður þá náðist ekki. Og ég nú eiginlega þeirra skoðunar orðin að við þurfum að klára þetta, og í rauninni held ég að við eigum ekki að gera það sem við höfum gert síðustu 2 kjörtímabil, að fresta þeirri vinnu út af kannski einhver öðru. Ég held að þetta voru að vísu stór mál þessi 2 sem ég nefndi hér áðan. Ég ætla að vona við glímum allavega ekki við fyrramálið allavega samskonar aftur, en ég held að við hljótum að vera undir einhverjum ákveðnum þrýstingi, því að í rauninni aðalskipulagið útrunnið hjá okkur, það var bara út 2017, þannig að ég held okkur beri ákveðin skylda til þess að klára það, þó að við hefðum kannski viljað gera eitthvað annað áður heldur en að við klárum það vinna. Ég held að vinna sé nánast búin, þannig að þetta er bara spurningin að taka ákvörðun að koma þessu í ferli. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Svo ekki, og þar með 97. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs hér með lögð fram til kynningar. Þá fyrir við í mál nr. 4 á þessu fundi. Það hefur málsnúmerið 1801-006 og þetta eru fundargerði velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2018. Hér erum að ræða 90. og aðra fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 21. nóvember 2018. Og orðið er laust varðandi þessa fundargerð. Það er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjör svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og þeir sem heima sitjið ætla að koma inn á lið nr. 7 Vinnumálastofnun og samstarfssamning, þar sem að við vorum bara að samþykkja að halda áfram því góða samstarfi sem að verið hefur á milli Vinnumálastofnunar og Akraneskaupstaðar og endurhæfingar hússins Hver, og þar sem við ætlum að halda áfram að efla starfsendurhæfingu fyrir fólk með skerta starfsgetu og veita þeim einstaklingum velferðarþjónustu sveitarfélaga með aðstoð Hver og með þessum sérstöku endurhæfingar aðgerðum. Bæði vinnuþjálfun og bara það að komast út á vinnumarkaðinn aftur með ýmsum leiðum. Algjörlega brýnt og bara mjög gott og í mjög góðan farvegi, og við viljum halda því góða verki áfram. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Svo ekki. Nú þar með 90. og önnur fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs lögð fram til kynningar. Þá erum við komin að 5. fundarlið á þessum fundi. Hann hefur málsnúmerið 1801-015
Þetta eru fundagerðir stjórnar Höfða á árinu 2018. Hér eru raðað fram 3 fundagerðir, það er 88. fundagerð frá 16. október síðastliðnum, 89. fundagerð frá 29. október síðastliðnum og 90. fundagerð frá 19. nóvember síðastliðnum. Og orðið er laust varðandi þessa fundagerðir og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Eins og framkom hjá forseta þá er þetta hér 3 fundagerðir stjórnar Höfða og sem sagt 88. fundur þar var trúnaðarmál að ræða, þannig að ég ætla að vinda mér bara beint í 89. fund stjórnar Höfða frá 29. október síðastliðnum. Og þar voru hefðbundin vistunarmála á dagskrá, vistun fyrir 2 einstaklinga, rekstrar yfirlit Höfða frá 1. janúar til 31. ágúst var lagt fram, dagskráliður 5 var fjárhagsáætlun 2018 viðauki, það sem er gert ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu, rekstrarniðurstöðu 29,8 milljónir staðinn fyrir 9,3 og þetta skýrist meðal annars að leiðréttingu Sjúkratrygginga Íslands þar sem eininga verður rammasamnings og endurmat á launaforsendum fjárlaga og launabætur komu inn sem voru 39,6 en á móti kom hækkun á launaliðum 12,6 milljónir sem sneri meðal annars að aðhaldsaðgerðir voru dregnar tilbaka og síðan kom hækkun á launaþróunartryggingu inn. Síðan var það dagskrárliður númer 6 sem er fjárhagsáætlun fyrir árin 2019 til 2022 og í þeirri fjárhagsáætlun fyrir næsta ári gert ráð fyrir 18,4 milljóna króna tapi og það skýrist af því að það er áætlað að fara í framkvæmdir á Höfða, það hefur verið sótt fé í framkvæmdasjóð aldraðra fyrir framkvæmdum, það hefur ekki komið inn svar frá sjóðnum og það hefur verið að reyna að ýta á eftir því að fá upplýsingar það og ef að sú fjárveiting fengist frá framkvæmdasjóði aldraðra að þá væri farið í þær framkvæmdir og þess vegna skýrist það að við erum í mínus en ekki plús, en ef ekki væri gert ráð fyrir þessum hluta framkvæmda þá væri við ekki í mínus, þannig að það er bara umræða sem við þurfum að taka hér í bæjarstjórn og bæjaráði og kerfum bæjarins hvort að ef að framkvæmdir fást ekki, hvort að þessum verði frestað þar til við sækjum að nýju. En það er umræða sem við skulum taka og það verður ákveðið hér. Síðan er það minnisblað frá samtökum fyrirtækja velferðarþjónustu sem er dagskrárliður númer 8 að þar er raunin bara verið að upplýsa stjórn Höfða aðhaldsaðgerðir sem birtast í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2019 og það er raunin aðhaldsaðgerðir 2020 og 2021 jafnframt sem gerir ráð fyrir 0,5% aðhaldskröfu á hverju ári á Höfða og í rauninni fyrirtækjum í velferðarþjónustunni. Ég ætla því næst að fara í fund númer 9 sem er 90. fundi stjórnar Höfða og þar var einnig hefðbundið mál sem eru dagskrárliður númer 1 sem er vistunarmál, dagskrárliður númer 3 það var fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 og það er gert ráð fyrir rekstrartekjur Höfða nemi 996,5 milljónum króna og rekstrargjöld án fjármagnsliða og afskrifta verði 974,2 afskriftir nema 26 milljónum króna og fjármagnsliðir nema 14,6 og síðan er talað þarna tapið að rekstri nemi 18,4 milljónum króna sem skýrist þá að því ef farið verði í þær framkvæmdir sem til þess sem á að fara í fáum við fé úr framkvæmdasjóði aldraðra. En eins og ég sagði áðan að þá ættum við að fara að fá svör innan tíðar hvort að við fáum þessa úthlutun eður ei
En síðan það umræð sem við tökum að það verður hægt að sækja í sjóðinn að nýju næsta vor, hvort að við viljum bíða með þær framkvæmdir, sjá hvað sú umsókn felur í sér, en þetta umræða sem við munum taka. Ég læt þessu loknu af sinni en tek við spurningum. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar til að taka til máls hér undir 89. fundargerð. Ég skal byrja að þakka formanni bæjarráðs Elsu Láru Arnardóttur góða yfirferð yfir fundargerðirnar. Þannig mál með vexti að ég hef eiginlega áhyggjur af framtíða fjármögnun á rekstri Höfða og vil í því sambandi benda á nýlega greinar sem að hafa komið fram að hafa samtaka fyrirtæki í velferðarþjónustu. Það sem vakin athygli á því að þrátt fyrir hástefnda yfirlýsingu ríkisstjórnar að það skuli bæta í rekstur hjúkrunarheimila, þá er hjúkrunarheimilum engar síður gert skylt að hagræða og talan 0,5% hefur verið nefnt á ári sem að því er það væntanlega og tók gildi vinni strax á þessu ári og fyrir við þá næstu 3 ár með sambærilegum hætti og ég held að við hljótum að þurfa spyrja yfirvöld að því hvernig þetta farið saman. Nú hafandi glímt við ríki í baráttunum fjárveitingar til Höfða allt síðasta kjörtímabil. Það er líka ágjörð því að við erum það er ekki sami enn við sjúkratryggingar kröfulýsingu á þeirri þjónustu sem við að veita og meðan það leikur ekki fyrir þá er kannski erfitt að ræða málin út frá krónum og aurum en mér hefur nú sýnst í gegnum tíðina að tilhneiging ríkisins gagnvart daggjöldunum er það að þau hafa án undantekninga verið allt of lág og nú er ég fyrst og fremst að tala kannski fókusinu bara aðeins á hjúkrunargjöldin. Daggjöldin er alltaf augljóslega langt fyrir neðan allt velsæmi vegna þess að þeir sem eru metnir í dvalarrými er yfirleitt aðla sem myndi fyllilega standast mat í hjúkrunarrými. Þannig við erum í rauninni að tala um dýrari sjúklinga heldur en fjárveitingi gerir ráð fyrir. En Samtök fyrirtæki í velferðarþjónustu létu skoða þetta mjög vel og það var gerð úttekt á daggjöldunum og niðurstaðan á því var svo að það þyrfti að minnsta kosti 30% viðbót til þess að standa straum af þeim kröfum sem að minnsta kosti embætti landlæknis gerir til aðstöðu og þjónustu og því er enn brýnna að niðurstaða fáist í samninga sjúkratryggingar hið fyrsta. Nú til 7. liði rætt bréf velferðarráðuneytisins þar sem verið að tilkynna tímabundna framlengingu á hjúkrunarrými á Höfða til 1. október 2009 og við hljótum auðvitað að fagna því að nýta þessa annars ágæta húsakosti sem er þarna frá og auðvitað að fá meiri hagkvæmni í reksturinn í tengslum við að þá að fjölga hjúkrunarrýmum. Ég held að maður að sækja fast að þessi rými verði ekki tímabundin, heldur verði þetta aukning og við erum líka að sækja aukningu þessu til viðbótar vegna þeirra dvalarrýma sem eru og við fáum hjúkrunarrými í staðinn. Helst auðvitað 1 á móti 1 en myndi setja okkur við 2 á móti 1 og segja fjármálaráð ekki frá því. Það hefur mér þótt sérstakt í samskiptum mínu við ráðuneytið í gegnum tíðina að þeir líti ekki sömu augum þau hjúkrunarheimili
sem rekin eru á ábyrgð sveitarfélaga og þau sem rekin eru sem sjálfseignarstofnanir. Tilhneigingin hefur verið sú að ef það sveitarfélag sem rekur, þá geti þeir bara tekið tapið ef að tap á rekstrinum. Það var til dæmis samið fyrst við sjálfstæð hjúkrunarheimili eða sjálfseignarstofnanirnar áður en samið var við okkur hjá sveitarfélögunum sem berum ábyrgð á rekstri hjúkrunarheimila. Þess vegna langar mig til að spyrja ykkur núna í meirihlutanum hvort að þið ætlið í ljósi þess að nú styttist í seinni umræðum fjárhagsáætlun, þó ég veit að það muni kannski ekki kristallast þar, þá vil ég gjarna fá svar við spurningum hvort að þið teljið það koma til greina að það verði skoðað að breyta rekstri höfða þannig að við smíðum þar sjálfseignarstofnun og hættum að reka þetta hér eða hafa þetta fyrirkomulega að þetta sé B-deildar fyrirtæki hjá okkur. Hvort það sé einhverjar áætlanir það eða hvort að mann ætli sér að skoða það. Ég myndi gjarnan vilja fá kannski svar við því. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil þakka formanni bæjarráðs fyrir fína yfirferð og jafnframt bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssoni fyrir mjög áhugaverða yfirferð og umhugsunarverða. Það sem ég held að við þurfum að klárlega að hugsa vel það hvaða rekstraform við höfum á hjúkrunarheimilinu Höfða. En ég langaði kannski aðeins til að benda á í sambandi við fjárhagsáætlunargerð Höfða og minni á það að í yfirferð fjárhagsáætlun á síðasta fundi bæjarstjórnar að þá tæpti ég á þessu að mér finnst ekki eðlilegt að við séum að gera ráð fyrir útgjöldum í rekstraráætlun sem að velta á því hvort við fáum styrki úr sjóðum. Ef við erum að taka ákvörðun það að við ætlum að fara í framkvæmdir ef við fáum styrk, að þá finnst mér eðlilegt að það sé bara gert með viðauka þegar að styrkurinn liggur fyrir. Að í rauninni erum við ekki að búa til tap í rekstraráætluninni ef það er þannig að við ætlum ekki framkvæmdir nema við fáum styrk til framkvæmdana. Það er mín skoðun. Þannig að ég vildi bara koma því á framfæri og takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og fleiri sem óska eftir að tjá sig fundagerðir stjórnar Höfða. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Já, ég vil þakka bæjarfulltrúum Ólafi Adolfssoni og Söndru Margréti Sigurjónsdóttur fyrir að koma hér upp og tala þessi atriði. Þegar við tölum í rauninni í fyrsta lagi aðhaldskröfuna sem sett á Höfða og þýðir þetta 4-5 milljónir á ársgrundvelli fyrir Höfða og þegar að við tölum að gera varanleg gera biðrýmin að varanlegum rýmum að þá hefur núna legið í það bil að verða 2 ár erindi hjá mismunandi heilbrigðisráðherrum það efni og það hefur bæði að ég tel fyrrverandi meirihluti og núverandi meirihluti verið að þrýsta á að fá svör það að þetta verði gert að varanlegum rýmum því að það skiptir Höfða gríðarlegu miklu máli fjárhagslega að þetta verði varanleg rými, þetta skiptir máli upp á starfsmannahald, fjármagn og aðra mjög mikilvæga þætti í rekstri stofnunarinnar. Ég hef verið að velta því fyrir mér undanfarið hvaða leið sé í rauninni best
til að þrýsta á í rauninni ráðuneytið á þessum stað sem við erum núna með þessa aðhaldskröfu, með bréf inni að gera biðrýmin að varanlegum rýmum og með annað bréf inni sem hefur verið í það bil 1 ár sem snýr að því að með dagdvölina. Að hvað sé rauninni sterkasta leiðin okkar og get alveg sagt það hér og nú og ég hef verið að viðra þessar hugmyndir við fólk í stjórn Höfða og hér inn í bæjarapparatinu eða embætti bæjarins að hver sé sterkasta leiðin, hvort að stjórn Höfða eigi að fara á fund, hvort að formaður bæjarráðs stjórn Höfða bæjarstjóri og ég tel að við þurfum að setja málefni Höfða á dagskrá bæjarráðs næstkomandi fimmtudag þar sem við munum eiga samtal þá þætti sem hér eru og hvert við viljum stefna. En ég get sagt það að það er ekki verið að vinna eftir þessu í núverandi vinnu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 að gera Höfða að sjálfseignarstofnun, en ég legg það til að samtalið eigi sér stað á milli allra flokka, að við höfum dagskrárlið og í rauninni fyrir fram á það að það verði sér dagskrárliður í bæjarráði næstkomandi fimmtudag þar sem að við tökum þetta á dagskrá og ræðum bara stöðuna, hvað við viljum gera og hvert við viljum stefna. Hvað varðar málið sem að bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom með, að þá er þetta vissulega ein leið sem við hefðum getað farið til að afgreiða ekki fjárhagsáætlunina Höfða út í mínus og þetta er bara hluti sem að gott er að læra af og já, þakka góða ábendingu, en ákveði bæjarstjórn annað í sínu meðförum þá verður það vissulega tekið upp. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Árnadóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða þessar 3 fundargerðir stjórnar Höfða. Svo er ekki og eru þá 88., 89. og 90. fundargerð stjórnar Höfða hér með laða fram til kynningar. Þá förum við í 6. lið á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Hann hefur málsnúmerið 18.027 og þetta eru fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna á árinu 2018 og hér er lögð fram ein fundargerð frá fundi númer 174 sem framfór þann 9. nóvember síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerð og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er með svona smá hugleiðingar og jafnvel þá spurningar í sambandi við þessa fundargerð, en ég geri mig grein fyrir því að okkar aðalmaður Ragnar B. Sæmundsson, hann situr ekki þennan fund, en ég ætla bara að nota tækifæri fyrst ég er hérna uppi að óska varamanni hans Karitas Jónsdóttur til hamingju með setun á sínu fyrsta fundi. Ég veit að hún kannski svarar ekki fyrir hann en það er þá kannski okkar maður Ólafur Adolfsson sem er áheyrnarfulltrúi sem getur kannski svarað eitthvað af þessu og tekið þá við þeirri brýningu sem ég ætla að koma með hérna sem annan lið af þessu. En mér leikur aðeins forvitni á að fá upplýsingar í samtöku við annan liðinn í þessari fundargerð. Það er bréf Borgarbyggðar þar sem þeir eru að hvað þeir eru að gera, eða það er eitthvað varandi kjör í stjórn Faxaflóahafna, þannig að hvort þeir eru að óska eftir einhverju breytingu þar á og þannig að
það hefði verið ef að eins og fram hefur komið hér fyrir á fundinum að ef að fylgja gögn með fundagerðunum bæði hjá okkur og okkar aðilum til dæmis Faxaflóahöfnum þá kannski væri máli skýrara að það er oft á tíðum kannski bara spurningin það að við höfum aðgang að fylgigögnum á einhvern hátt, hvort sem það er fyrir almenning eða fyrir bæjarfulltrúa bara, að þá myndi það skýra mörg mál fyrir okkur, þannig að við kannski þyrftum ekki alltaf að vera að spyrja, þannig að þó að það sé alltaf gaman að koma hér upp og koma með spurningar og fá einhverjar umræður í gang. Og að því ég nú að tala fundagögn, að þá hef ég rekið mig á það að fundagögn fyrir fund sem að við höfum setið, að einhverju hluta vegna þá eru þau horfin úr fundagerðinni eftir að fundurinn er búinn, þannig að ég ætlaði að fara að kíkja í gögn sem ég vissi að voru fyrir fund sem að ég satt hér í ráði að nú þegar ég ætlaði að kíkja núna þá voru gögnin farin, þannig að ég gat ekki séð þau undir fundagerðinni. En við höfum yfirleitt aðgang að þeim inn á fundargáttinni, ef við förum þar inn þá sjáum við yfirleitt fundagögnin frá þeim fundi ef að þau hafa verið svona til almenna birtingar og ekki stór trúnaðarmál, þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að taka okkur á í og ég hef áður komið með þá athugasemd að þegar ég byrjaði hér í upphafi ekki aldarinnar en þegar ég byrjaði minn feril hér sem bæjarfulltrúi þá var hér kerfi þar sem að ef maður var að skoða einhver mál þá gat maður séð fundargögn jafnvel nokkur ár aftur í tíman en þetta einhvern veginn er að dabrast og við þurfum að fara yfir það. En þetta var fyrri liðurinn, það var spurningin eða einn af þessum liðum, hvað þeir eru að fabulera þarna upp í Borgarbyggð. Fjórði liðurinn, það er sama þar, ef það hefur verið bara eitt skjal rekstraruppgjöri, þá hefur maður geta rennt yfir það og sé svona hvort við erum að fara fram úr eða græða meira eða tapa með við áætlanir. Það er alltaf gaman að fylgjast með þessu en eins og við erum að spyrja ef við ætlum að fá einhver svör í þessu. Og svo langar mig er 8. liðurinn í þessu þar sem er beinu styrk. Þetta er hollvina samtök Magna gamla. Þau eru að kaupa vél í bátinn og ég las nú í blöðunum daginn að þau verið búin að tryggja sér vélina en hvort að það átti það eftir að borga hana, þau verið bara búin að tryggja hana en tók greina þannig að hún var klár alveg vélinn en það er sem að borga þetta allt. Ég vil bara minna á það að á síðasta ári þá tókst mér og okkur að fá styrk frá Faxaflóahöfnum vegna byggðasafnsins á Görðum þar sem að stóð til og stendur til að opna nýja grunnsýningu og við fengum 2,5 milljónir í styrk á síðasta ári. Á sama tíma þá fekk Sjóminjasafnið 7,5 milljónir í samskonar verkefni að opna þar sýningu. Sjóminjasafnið hefur þegið og fengið styrki frá Faxaflóahöfnum nánast frá því það var til og held að það hefur verið styrkt myndalega við það en ég man ekki eftir því að við hefum fengið styrki í okkar safn nema þessar 2,5 milljónir
og umræðan var svo þá að það var ekki vilji til þess að veita okkur hærri upphæð, við báðum hærri upphæð ef maður rétt, en það var þá orðað að við myndum kannski þá fá styrk á þessu ári, þannig að ég ætla að brýna okkar fólk sem að situr í stjórn Faxaflóahafna að sækja þennan styrk helst á þessu ári. Það var bara ekki meira. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér ljúft og skylt í fjarveru bæjarfulltrúa Ragnars Sæmundssonar að gera grein fyrir að svara bæjarfulltrúa Einari Brandsyni. Auðvitað byrjum að svara þessum með styrkinn. Ef ég þekki bæjarfulltrúa Einar Brandsson rétt þá hefur hann sugað hressilega til þess að fá þó þess að 2,5 milljón og það er rétt sem hann vakti athygli á að Faxaflóahafnir hafa styrkt sjóminjasafnið í Reykjavík ríkulega, en það er það svo sem hefur það verið skilgreint hjá Faxaflóahafnum að þegar komið er að styrkveitingum þá horfum við auðvitað til einhvers sem að tengist sjómennsku eða höfnum og oft á hlutir sem er á starfsvæði Faxaflóahafna og þetta er þannig að maður segir hann bara hreint út að Reykjavíkurborg á langstærstan eignarhlutann í Faxaflóahafnum, 75%, og einhver leyti kannski endurspeglast þessi styrkir þá eða styrku upphæðir kannski þá stöðu. Einar spurði líka hér mál nr. 2 sem er bréf Borgarbyggðar dagsett 15. ágúst og snýr að kjöri í stjórn Faxaflóahafna. Það var þannig að það hafa verið deilur milli Borgarbyggðar sem á 4% í Faxaflóahafnum og Skorradalshrepps sem á 0,2%. Hvernig skuli háttað kjöri á fulltrúa og varamanni og þau ekki geta komið sér saman þá niðurstöðu, þannig að endurtekið á aðalfundum þá hefur fulltrúi Skorradalshrepps komið og flutt tillögu það að Skorradalshreppur fái áheyrnarfulltrúa á móti sínu 0,2% og stjórn hefur held ég jafnarðan vísa því til eigendanefndar eða til eigenda Faxaflóahafnar og það var gert líka þessu sinni. Það hillir kannski undir að þessi mál verði bara einfaldlega leyst, en við sjáum hvað gerist allavega. Þetta er á borði eigenda, ekki stjórnar Faxaflóahafna. Ég held að því Einar Brandsson nefndi hérna með rekstraruppgjörið og óskaði kannski svona, ekki að segja að hann fái gróft yfirlit í þessu máli. Það er þannig að tekjur eru umfram áætlun og gjöld eru undir áætlun. Því er raunin það að við erum að græða meira en við gerum ráð fyrir. Einar Brandsson, hvað heldur við? Hann er nú staðan og það hefur svo sem lengi loðað Faxaflóahafnir, það er ákaflega vel rekið fyrirtæki og þar ræður ráðdeild og sparsemi og þar er ekki að rasa um ráðfram. Nú okkar sín í framhaldinu kannski að nefna 10. lið sem er starfsdagur stjórnar í þessari fundargerð
En það var þannig að stjórn Faxaflóahafna fór í vettvangsskoðun allar hafnir á vegum Faxaflóahafna og það var ákaflega fræðandi eins og alltaf og síðan var haldinn hér stjórnarfundur á Akranesi. Ég vil líka kannski nefna það að stjórn Faxaflóahafna fór jafnframt og skoðaði Guðlaug, mannvirkið okkar, heita pottinn í grjótbörninni við Langasand og það er óhætt að segja að það endurspegli hug stjórnarmanna til verkefnisins að þetta væri frábært og ég held að það sé þannig eins og alla sem koma og skoða Guðlaugina að þetta er eitthvað alveg glænýtt og ég er algjörlega sannfærður að það mun vekja jafn mikla athygli meðal Íslendinga og vonandi erlendra ferðamanna eins og í þessu tilfelli stjórn Faxaflóahafna. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Þeir eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð stjórnar Faxaflóahafna. Svo virðist ekki vera og er þá 174. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna hér með lögð fram til kynningar. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka fundarmönnum fyrir góða fundarsetu og góðar umræður og ítreka hamingjuóskir til Karítasar Jónsdóttur varabæjarfulltrúa með sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. 1283. fundi bæjarstjórnar Akraness er slitið.